Ég heiti Nóri, það að koma nýtt lag 14. maí á miðvikudaginn og þeir að hlusta á Tveir fellar. Góðan daginn og velkomin í Glæníða þátt. Arnór Orri Atlason eða Nóri, tónlistarmaður Nóri. Hvenær ákvaðstu að velja nafnið Nóri? Eða hvernig fannst þið på því? Það hefur bara alltaf verið hérna Arnór. Já, bara, það er náttúrulega bara, skilur svona nickname fyrir Arnór. Já, einmitt. Það var fyrst sko, þegar ég var alveg að byrja þá var ég hérna kallaður, eða þá var hérna frænka minn alltaf að gera eitthvað grín með nafnum mitt og var alltaf að kalla mig No Respect. No Respect. Og það var reyndar fyrsta nafni sem ég var með. Já. Og svo breytti ég bara yfir í Nóri sko. Já, varstu eitthvað disrespectful eða? Nei, það var bara eitthvað djók sem hún kom með og mér fannst það mjög sniðugt, þannig að svo breytti ég skoðan. Einmitt. Skipti yfir í Nóri. Já, nice. Yes. Þú ert að gefa tónlist og eitthvað svona skemmtilegt. Hvenær byrjaði þetta allt? Ég hef alltaf verið, held ég, þú veist, mjög skapandi. En þú veist, ég byrjaði að hérna í tónlist bara eiginlega hérna ég rekordaði fyrsta lagið mitt held ég viku án ég gaf það út sem er ekki gott að því maður á eiginlega að vera komið mörg lög til að vera með, skilur, bara mikið af lögum en já, þetta byrjaði allt í svona ágúst 2002 var þá mjög lítið að gera tónlist en svona senastlega árið 1,5 þá hef ég tekið mjög alvarlega eða þú veist, verið að gera mjög mikið að því Einmitt. Þú hérst þannig að útgáfa tónleika í Hlégarði, ekki? Hlégarði, í Mosó. Ég mætti þið, Einar var að gera eitthvað. Já, ég held að vera að vinna eða ég manna ekki. Ég held að þú veist Akureyri, ég veit ekki. Það var alltaf gaman, það var alveg stemmar sko. Það tók ekki alveg minn aldursambur að ég er alltaf aðeins eldri sko. En að ég Ólega bara aðra frá grunnskóla bara ég er í háskóla sko, ég er svona en ég var bara aftast með allum eldri sko. Ég var í fjölskyldaðinn og Issi mætti og Matti, það var gaman og já, þetta var mjög vel gert og ég meina, voru þetta ekki fyrstu tónleikar? Jú, fyrstu tónleikar. Þetta var mjög grand fyrir fyrstu tónleikar myndi ég segja sko. Og þú planar að skipla þér sjálfur og allt þetta? Já, þetta var alveg þannig að ég fekk þessu hugmynd bara að halda tónleika í Hlégarði að því ég þekki gaurin sem á Hlégar og fattaði bara að þetta væri alveg, þú veist, bara góð hugmynd, skilur bara að halda tónleika og það væri bara úkslega skemmtilegt og ég basically bara byrjaði að skipuleggja þetta allt og það var alveg komið að því pointi að mamma og pabbi tóku að mér nokkuð verkefni að því ég var bara með að skipuleggja allt bara þú veist, fá security þú veist, bóka salinn og gera allt. Þetta var alveg mikið verk sko, en þetta hefnaðist alveg vel sko. Já, þetta var flott sko. Kostar ekki aldrei svona? Já, það hlýtur að þetta kostar pínu sko, en svo var náttúrulega bara meðasal og allt það. Já, það var meðasal tjók. Þannig að þetta var bara fínt sko. Já, einmitt. Og þarna hvað heitir þú áttur hann að gæðinni svo með þér gestinir? Já, Vóvóing. Já, Vóvóing, já. Hann Alex tók myndina fyrir albumum coverið þeirra. Maður sé að gæðinir að halda svona plönt. Já, það þeir, já. Það var alveg flott albumcover sko. Já, það er ekki neitt sko. Þú er búin að gera smá svona content svona út á TikTok og svoleiðis. Hvað svona, já, það er alveg sniðið sko. Ertu að plana að gera eitthvað meira svoleiðis eða? Já, þú veist, þú veist, ég að fara svolítið mikið á móti reglum TikTok eða þú veist, það er náttúrulega til að vera frægur á TikTok þá er maður að gera ógeðslega grípandi content eða svona vera ógeðslega mikið að tala eitthvað svona, en mér finnst bara svo skemmtilegt að gera eitthvað svona cinematic, skilur, eitthvað bara sem er skilur bara svolítið eins og kvikmyndatrailer, skilur að því mér finnst bara skemmtilega að gera það, mér finnst það bara nett, skilur og svo þarf maður náttúrulega að gera eitthvað svona lip-syncing vídeo til að ná athygli líka sko. Já, og þú voru ykkur gæjar á tónleikunum sem voru að taka upp, er það bara ykkur vinninir? Já, hann heitir Jakob, hann var að taka upp bara content ég kynntist honum eiginlega bara í gegnum að því mér vantaði bara myndtökumann eða vídeotökumann fyrir tónleika og það var bara gaur sem benti mér á hann og við ég heyrði bara í honum sko. Við erum alveg ágætið fæla núna sko. Já, nice. Já, ekki. Og svo komið lag núna á miðvikudaginn. Já. Bara minnati. Og getur sagt eitthvað frá því? Já, lagið heitir Sama stað. Já. Það er unnið með besta vinur mínum, Arni, sem prodúsaði lagið
og Jóhannagli frænda mínum sem á sem tóku pínu synthpart í endan já, og það bara það lag pínu bara svona að vera á sama stað svona vítarhingur, basically bara svona gera eitthvað aftur og aftur og enda á sama stað þar kom svona hugmyndin þetta alveg búið að taka langa tíma að gera sko, held ég búin að fara í gegnum svona 12-13 version á laginu, alltaf eitthvað, þú veist ég vildi gera þetta eiginlega bara perfect, búin að taka parta úr, setja nýja parta og setja gömlu partana aftur í og þannig, en þetta held ég búið að taka með 6 mánuði eitthvað svoleiðis, byrjum held ég bara á afmælinu mínu bara í nóvember þegar við fórum upp í stúdíó já, og alveg þangað til bara klárum lagi held ég fyrir svona 2 vikum eitthvað svoleiðis Nice, og loksins kom út spenntur? Peppaður í það? Ég bara mjög spenntur sko. Nice, og þetta single bara? Þetta single. Og eitthvað planað plötu næstunni eða? Já, eða þú veist, ég að vinna í plötu akkurat núna. Það alveg langt í hana að því ég bara að reyna að gera eins perfekt og hægt sko, að því ekkert að vera setja sig við bara eitthvað fyrsta version af á laginu sko, að því til dæmis mjög gott eins og sama stað byrjum á því í nóvember, vorum alveg að vinna mikið til svona desember og svo bara var það eiginlega bara til hliðar bara meðan ég var að gera önnur lög og okkur svoleiðis og svo því ég kom aftur að því þá var það náttúrulega bara betra að ég hafa komið nýtt sjónarhorn eða nýjar hugmyndir og svona þar til dæmis kom synthparturinn inn sem í endan heyrði í frænda mínum og hann eins og maður segir bara algjörlega kukkaði á því nice já, og það bara já, það alveg langt í plötuna en vonandi bara eins stutt og hægtir Já, þú búin að gera svona EPs sagði ég, eða svona 4 lög á plötu og eitthvað Þú veist, hvað þetta kom margar? Ég var bara hlusta á, ítti bara play og hlusta á lögin Ég fór ekki inn í plötunar Já, ég hef gefið út þetta 8. lagið mitt núna, held ég Já Ég hef gefið út 10 lög í heildina en fyrstu 2 ekki lengur á Spotify Nei Já, þetta 8. lagið mitt gaf út 1 EP-ið Ringulreið í september held ég lok september sem Bergur félagi minn prodúsaði allt fyrir mig og mixa og masteri Nice. Og mest spila lagið hann ekki Leita Jú, það svona eiginlega fyrsta lagi sem ég fekk svona eitthvað athygli fyrir og það alveg búið að spilast mikið bara alveg þú veist alveg jafnt spilað kemur stundum alveg mikið að spilunum sko. það er svona þess öðruvísvist með hinlaugin, það er svona meira pop Já, það er pop sko ég svona ennþá að reyna að finna hljóminn minn eða svona soundi mitt þannig þú veist ég bara búin að vera að prófa margar hluti sko en já þú veist það er mjög mörg poplög sem fara skilur og eru mikið spiluð meira en annars sko. Ísland svolítið þar sko. Þeir eru svolítið með það Já, maður heyrði það á því lagi það er svona á heima, skilur er mjög líkt skilur svona, það sem vinsælt núna já. Hitt meira svona ég veit ekki hvað maður kalla það svona ekki emo, en þú veist hvað ég meina svona meira svona dark eða svona, já Hefur eitthvað hlustað á Ás, veist hvað það er? Ás, já ég hef heyrt eitthvað pínu hann gera upp á ensku Jú, ensku Hann þetta með eitt lag, ég sé mann þannig og íslensku, það gera plötu Já, það eitt lag sem ég uppáldi á mér hvað heit eftir Anda inn, já, það er fucking alltaf það er svona einmitt líka svona pop, skilur það er svona sem að gera öðru en hinn stílinn, skilur Er meira, þessi plata núna er hún meira svona pop, er hún meira, hvað veist ég? Það hún er meira eins og þú kallar það svona, eða svona emo, skilur það er mikið svona, ég myndi segja svona þungt það bara, þú veist mér svo skemmtilegt að gera, skilur því það hægt að rappa mjög mikið að syngja mikið að fá peninga og gælur og svoleiðis en mér finnst það bara skemmtilegt eða þú veist, finnst bara best að opna mig í lögunum og bara svona segja frá alvöru hlutum í staðin fyrir að vera rappa með eitthvað, syngja með eitthvað sem ég ger ekki, skilur þannig, hún verður bara bæðið svona þung og bara alveg létt, skilur bara koma kapla sem kannski þung og sumi kapla sem eru létti, skilur bara eða blandi allt sko en eins og lagi eins og Freaks
okay, allan spurningu líka á mikið þetta freak já. Þú veist, hvað var það að fjalla til dæmis? Það er svona eitt af lögunum mínu sem fjalla bara í alvörun ekki neitt bara, þetta er bara eitthvað svona, það var bara eitthvað ég fann upp á þessari hugmynd bara, tók upp viðlagi bara, þú veist, klukkan 3 nótt ég geri það mjög mikið, bara get ekki sofna og fæ eitthvað texta í höfuð og teka upp á voice memos með mjög mikið af því sko og ég færi það bara yfir í tölvuna og sendi á prodúserinn minn, fórum svo og kláruðum það og það var örugglega klárað á svona max klukkutíma. Þetta er svona þannig lag sem ég sett ekkert mikið af vinnu í sko, það var bara svona eitt lag til að kannski þetta átti að vera svolítið svona aðlægja á plötunni skilur, þetta er svona, þú veist, þetta er eitthvað sem hefði getið orðið vinsælt, skilur. Hvað svona lag hefur mestu meiningu fyrir þig sem það búið til? Líklegast ég myndi segja Ringulreið sem er lokalagið á EP-inu. Mér finnst það mjög fallegt lag og tók mig alveg langa tíma að klára, eða þú veist, það var mikið, þú veist, ég sást mjög mikið niður og var að reyna að skrifa eins góðan texta og hægtir en svo er líka eiginlega bara sama stað sem ég er að gefa út núna örugglega bara upp á slæðið mitt sko sem ég gert og bara langt besta sko. Já, það er gaman að hlusta gaman að heyra. Já, henda okkur í einhverjum spurningar. Já, en mér langar ekki að spyrja með púlar spurningarnar, púlaði bara upp með hann við vorum að tala á hann Tónhill. Já. Langar að fara, getur útskýrt hvernig nám það er og langar að fara í svo eitthvað meira nám eftir það? Tónhillur er basically bara það er bara fyrst og fremst stúdíó, það er bara tónlistaklassi Árbæjar, þeir eru bara með eitt húsnæði í Hílunum rétt hjá Ártúni sem er sem bara svona allir tónlistamennir eru, bara eins og Þormóður og Matti og þeir en svo byrjuðu þeir með svona námskeið bara fyrir núna svona 2,5 árum eða 3 árum og þar eru nú 6 ráðnir sem eru Tónleira Akademía eins og Mara Birnir og allir þeir byrjuðu og þetta er basically bara námskeið þar sem það er bara, þú veist, þú fær bara að gera tónlist í þessum stúdíónum og fær bara, skilur, það er alltaf einn starfsmaður Kristján Sturla sem á Tónhill var með þeim alltaf og var bara svona kenna þeim svona the basics og var svo bara að hjálpa þeim eins og er bara hjá mér, skilur, það er bara, þú veist, við erum svolítið mikið að vinna núna bara svona independent, skilur, og svo sem að, þú veist, ef við þurfum eitthvað álita á okkur eða eitthvað að fá við hann heitir Númi sem okkur fáum hann til að hlusta eða koma með ábendingar eða eitthvað svo leys en já, þetta byrjar eiginlega bara, veist, ég byrjaði bara á námskeiðinu í janúar á senast ári og svo er þetta núna eiginlega bara, þú veist, við erum bara að nota stúdíóð nokkur sinnum í viku og bara búið til tónlist sko bara með ég held að ég sé með 8 öðrum strákum og það er bara, þú veist, það er mjög gott að vera í svona hópa því, skilur, við erum búin að gera mikið af tónlist saman sko og sérstaklega 2 af þeim sem heita Bjarni og Kristófer, þeir voru að spila tónleikunum mínum komu í 3 lög eða eitthvað svoleiðis og svo hitti ég besta vinn minn og pródusentinn sem er að pródusera Samstað og próduseraði Áhrif senasta lagið mitt, hittum þá þar já, þú veist, með eitthvað annan nám sko, ég var alveg íhugað að fara til Bandaríkjanna í eitthvað svona tónlistarnám, þú veist, kannski eitthvað, þú veist, að fara í háskóla er alveg svolítið erfitt af því þá ertu svolítið committed bara í 3, 4, 5 ár, skilur en þú veist, ég er alveg til í að taka 1 ár eftir mennskóla bara að fara út í eitthvað svona bara eitthvað svona masterclass, skilur, bara í kannski eitthvað nokkra mánuði. Já, en Tónhillur, þú veist, er það ekki til að þú þarft ekki bara að læra producing, þú veist, þú sagðir að þú ert ekki producer, þannig þú ert þarna, þú mætir hana bara með þína texta og ert svona bara pæli í þetta er sko það sem er gott við Tónhilla því þetta er eiginlega bara blanda við producera og bara svona artista þá, þú veist, eins og
þú veist, við erum stundum að fara á svona hálfgert masterclass skilur það sem er kannski verið að kenna okkur eitthvað textasmið eða eitthvað hjálpa okkur við það og svo þú veist, geta pródúserarnir farið á eða þú veist, stundum kemur eitthvað eins og Matti komið einu sinni og það bara svona breakdowna lög skilur bara svona kenna öðruvísi skilur bara kenna artistunum að rappa og pródúsernum að pródúsa það er bara svoleiðis. Hvernig þekkir þú Matta? Bara í gegnum þetta, eða þú veist, þennan masterclass fórum eitthvað bara að spjalla saman þaðan sko. Allir þið saman að gera eitthvað tónlist? Það getur alveg komið í framtíðin sko. Einmitt áhugað. Hvernig er spurningan þar? Henda okkur nokkrar. Hver prodúsaði þarna Leita? Leita þá bara beat frá YouTube. Já. Og það er svona það er eina lagið sem er af YouTube. Ég bara What? Já, því þá var ég nefnilega ekki komið með tengingar skilur til að því það sem maður gerir oft er að fara að taka upp á YouTube beati. Það eru eiginlega allir sem gera það. Já, ég skil það, og taka svo bara vókalana, senda það yfir á ég sendi til dæmis yfir á Aron félaga minn og hann býr þá til beat bara í kringum vókalana, fær þá lagið líka þú veist með YouTube beatinu og gerir svona hálfgert svipað eftir því skilur og það er miklu betra því þá getur maður skilur breytt í eftir sem maður vill skilur í stað þess að vera bara fastur með fæl bara skilur með final útgáfuna ok, cool. Herru, fyrsta er náttúrulega bara hvernig er að vera svona nettur ég elska að fólk spila svona spurningar hvað er þetta? Hvað er svo langi texti? Þetta er eitthvað Donald Trump ok, það finnum við ekki að tala fáum alltaf svona spurningar, ég elska að fólk spila það Hvað er þú með að gera sterkar skoðun þarna? Nei, bara þú veist hvernig er það svona nettur? Ég fyrst í nettu og bara nett Svo kemur hann að hvenær fyrir Nóra að sofa? Það fer mjög mikið eftir svona örgulega 2 nótt að maður er svona 2 nótt? Já, svona 12 til 2 nótt Ég get ekki sagt þetta sko, ég get þetta líka Hversu mikið sefur Nóri? Ekki mikið Nei, og í hverju sefur Nóri? Það er eitthvað mjög áhersamur svefniðin Ég bara sef bara fully clothed bara alveg tilbúin daginn bara úlpu og svona Hvernig byrjaðu? Við fórum svolítið yfir aðan svona, hvernig kemur næsta albúm? Komur ertu komið eitthvað svona Þú sagðist þér að vinna í albúmi? Varstu komið eitthvað hugmyndum Já, bara ég myndi segja byrjun 2006 Ok Já Halvt ár Ég spurði þetta er svo skrítið sko Ég veit ekki Það er svo skrítið ég sé að spurði þetta Ég er aðeins eldri sko Það er myndur 11 módel Herru, nei Þetta er sann svo Þú ert 08? Já, ég er 08 Það er hart nei Þetta er skrítið Við erum sko típir að tala um þetta Við erum sko 21 Það er bara ekki að tala um þetta Getur ekki sofið þú er svo gígt Já, þetta kom Já, nei Ég get alveg sofið sko Já, getur sofið Ekki of gígt fyrir það Stendur hún virkilega alltaf ein? Þetta er rosalega mikið verið að taka bara eitthvað upp úr textunum mínum sko Já, hún stendur ein Pælingi þarna, var það bara Varst eitthvað að pæla í þessu ákveð í ekki partíð? Ég nei, þetta er rosalega mikið eins og sama stað skilur Þetta er ekkert eitthvað svona lög úr lífinu mínu skilur Þetta er bara svona eins og mjög margir artistar að gera Þetta er bara svona að taka scenarios skilur bara taka einhverja hugmyndir og vinna úr því Kannski varst þú bara að standa einn Þetta er náttúrulega stendur einu náttúrulega bara eitthvað einhverja gælu sem er að poppa pillur á klúbnum sko. Ég held maður bara ekki að lonely Já, líka það sko Þetta er bara einhver hugmynd sem ég fekk sko. Þú varst alltaf að tala um einhver líf Hvernig voru húspartíinu sumarvinur? Í sumar? Já, ert þú mikið í svoleiðis? Nei, ég man ekki eftir neinum en þau voru örgulega bara skemmtilega við fór í ykkur sko. Er með 2 gælur sem eru freaks Það er stóra svinning Já, ok Ertu kóngurinn? Já Hvernig byrjar að semja lög? Hvernig byrjar að þú veist skrifa? Það er, þú veist ég alveg fyrir mjög löngu síðan sko, ég var alltaf í leiklist ég var krakki var í alltaf á leiklistarnámskeiðum í Mosfellsbænum og það þú veist það kom oft þú veist bara
að ég var að skrifa til dæmis bara texta, hjálpa að skrifa, þú veist, allir krakkarnir að hjálpa að skrifa handrit eitthvað svoleiðis. Það kom mikið, þú veist, sköpunarkrafturinn í því og líka sérstaklega sko í stað þess að leika sér með eitthvað dót þegar ég var yngra, og var ég svolítið mikið bara láta foreldrar mína að sittast í sófan og gera leikrit fyrir þau sko. Ég var svolítið hann krakki sko. En svona pirrandi krakki. Já, svona pirrandi krakki. Svo mjög ofvirkur. Svo fór ég í leiklisskóla Borgarleikhússins og var þar í 3 ár frá held ég 7. bekk til lok 8. eitthvað svoleiðis, og þar alveg þú veist, þetta eiginlega allt hefur ýtt mér í áttina að eitthvað svona kreatív. Já, ég læri líka á gítar þegar ég var yngri. Það var líka svona já, þú veist, ég hef alltaf einhvern veginn verið í tónlist, leiklist, eitthvað svona skapandi. Svo held ég var að muna eftir, ég held að ég hafi byrjað að skrifa texta, ég var að skrifa eitthvað djóklag bara í tíma í bara 8. bekk eða eitthvað sem var, þú veist, þá 4 mánuðum áður en ég gáði út lagi, það rekordaði fyrsta lagi. Og það einhvern veginn bara, já, ég var bara að gera eitthvað bullteksta, bara eitthvað mjög mikið bull og það einhvern veginn, þá hugsaði ég bara að ég geta gert það sko. Ég hafði alltaf einhvern veginn hugsað út í það en mér langaði frekar að vera leikari sko, en það breytti svolítið. Hvað ég sá hvað á tímarit.is, hvað er rammvillt? Já, einmitt, það er verkefni sem ég sem ég tók þátt í held ég bara í 7. bekk. Þetta er einhver þáttaserja á Krakkarúf sem er greinilega ennþá í sýningu. Ég er alltaf einhvern veginn að kveikja sjónvarpinu og það er bara Rúf og það er bara ég að leika í einhverju þáttaserju. Það var bara eitthvað ég var eitthvað spurði hvort að ég vildi vera í einhverjum þáttaserjum. Ég held út af einhverjum tengingum í Borgarleikhúsið og líka bara í í leiklistina í Mosó. Já, og það voru eitthvað 2 seríur af því, eitthvað svona því ég var í 7. og 7. bekk eitthvað svoleiðis. Nice. Er Nóri alvöru með freaks? Ég er að spyrja spurninga, ég er ekki að spyrja það. Nei. Skrýta, ég var að spyrja það. Ertu alveg með freaks? Hver eru að hjálpa þér listrænt með nýju tónlistina? Listrænt, bara þú veist, ég er svolítið mikið að, eins og ég segja, að reyna finna soundið mitt, skilur, og líka búa til nýtt sound í leiðinni. Að því, skilur, það er ógeðslega auðvelt að gera, bara að reyna að vera Future, reyna að vera Drake eða eitthvað, en þú verður aldrei þeir, skilur, þú verður að skapa þetta í brand, skilur, og þetta í hljóðheim. Þá bara, þú veist, þá er ég búin að vera alveg hlusta mikið á bara öðruvísi tónlist sem er ekki eins og tengt rappi eða eitthvað svoleiðis. Það er bara, þú veist, Aron vinur minn, Haukur vinur minn, já, aðalega þeir sko. Nice. Herru, og hvernig er í MS? Það er geðveikt sko, geðveikt skóli, sjátt á MS. Var það fyrsta val bara? Það var fyrsta val bara 303 sko. Let's go. Já, mamma og pappi og bróður minn voru í MS sko. Það er nice. Á hvað breytið þið? Ég er á félagsfræði. Ok, cool. Sund, er það ekki rétt hjá Skeifunni? Jú, það er bara það er bara í Vogunum. Það er bara hliðin á Túkas í Vogunum. Ertu að býra eitthvað nálægt? Nei, ég býr í Mosó sko. Já, menn það er sem ég er að pæla sko. Það er taka strætó eða? Já, eða þú veist, ég var að taka strætó í byrjun, en nú eru alveg margir komið bílpróf. Ertu komið bílpróf eða? Nei, ég fæ það í nóvember sko. Já, ertu nóvember? Shit. Það er leðilegt að bíða sko. Já. Ég er svo gladur í Það er að fá bíl strax? Nei, ég held að ég ætla að sleppa þér sko. Eða þú veist. Já, láta vinnuna bara skuta þér. Já, eiginlega þannig. Það er best sko. Já, það er best. Spara peningin sko. Já, Óli var alveg. Já, ég var samanlegaður, hann gæti flytta í bæinn sko. Óli var alveg bara gleymd, ég mun aldrei koma bíl. Á Selfossi. Svo hugsun ekki annað að fá ekki bíl í dag sko. Hann er alltaf bara bíl. Já, ég held ef að ég myndi búa á Selfossi þá væri ég ekki mikið á bíl sko. Nei. Nema ég myndi rosalega mikið vilja bara alltaf vera í bænum. Já. Nei, já, maður þarf svolítið bíl að maður býr í bænum. Já. Það var þetta ég held það sko. Strætó er bara. Ég kann ekkert að strætó sko. Strætó er lillur sko. Ég er búin að vera að taka strætó bara síðan ég byrjaði í leikskóla Borgarleikhúsins. Já, ég þoli ekki strætó. Það er alltaf í Borgarleikhúsinu og ég bý í Mosó. En það var einhverju 2 strætóar. Þetta er samt bara svo fokkin leðilegt að taka strætó. Þeir eru alltaf seinir, alltaf bara og maður bara það vetur rigning og maður bara
Það áttu marga vini. Já, ég myndi Spyrja spurningu, þetta alltaf eins og sé að spyrja þig bara einhver. Já, ég á marga mjög góða vini. Ok, og síðasta, Nóri, hvern eru öll þessi lög? Bara engar sko, þetta er hérna, eins og ég segi, bara allt einhverjar hugmyndir sem ég fæ sko. Já. Frá bara einhverju. Já, bara einhverju svona innspó. Já, bara einhverju sögur. Já, nice. Ég sá hana aðan, þessi top 3, það er hana, sá Áhrif var nýjasta. Já, Áhrif nýjasta. Arleg, þú veist, þriðja mest hlustaða. Já, það er, þú veist, það er lagið sem hefur gengið best svona frá skilur leita fekk alveg, þú veist, leita búið að vera átt núna í það kom í október 2003 þannig 1 ár og 6 mánuði eitthvað svoleiðis en Áhrif kom bara út í janúar ég er mjög ánægður með það sko. Já, nice. Það eiginlega fór bara strax upp sko. Komið smá svona traction. Já. Fólk að bíða. Þú var aldrei gert lög með öðrum eða rétt hjá mér eða? Ég hef aldrei gefið neitt út sko. Nei. En hérna ég var gert með herru neytasmjör og það er allt bara í manganum. Já, ég hef gert gefið út sko. Ég hef gert lög bara með félögum mínum sem er í tónil og svona svoleiðis. Er planið að gera eitthvað feature? Eru þau á albúminu kannski? Það geti alveg verið sko. Það verða nokkuð feature á albúminu sko. Já. Og hvað er þú að hlusta á svona núna bara, þú veist, hvað er uppáhaldstónlistarmaður þinn til dæmis? Núna? Já. Ég verð að segja bara Birnir mjög mikið núna. Hann er búinn að vera á bara besta rönni. Já, hann er sturlaður bara síðan bara, ég veit ekki hvað sko, hann er búinn að gefa út núna 3 lög og þau eru öll bara jafn góð bara á bara mánuði. Hann er mjög góð listamaður. Svo verð ég bara að segja einhverju útlenskir þá bara ég er búinn að vera að hlusta svolítið mikið á Radiohead núna. Já. Bara til að fá eitthvað inspiration. Þeir eru ekki sko. Er það ekki Creep? Jú. Það er eina sem ég veit. Karma Police, besta lag í heimi. Já, ég fíla svona meira svona technolögin þeirra eða svona, svona eins og er á held ég platan heitir eitthvað Rainbows eða eitthvað svoleiðis, finnst hún mjög góð. Hvernig fannst þér nýja lagi Aron Kahn og Alaska 1837 ekki? Já, meðan það geðvögt sko. Og Þormóður, hann líka Þormóður er náttúrulega bara besti prodúser í leiknum sko. Nú, ekki Matti, nei. Þeir Matti eru bestir sko. Matti sagði að Þormóður var getinn. Já, hann er getinn sko. Hann er líka bara svo chillaði sko. Ég sé ekki að hann er svona chillaði sko. Já, hann er náttúrulega búinn að vera að gera þetta síðan bara B.O.B.A. skilur við. Já. Og er bara búinn að vera eiginlega bestur síðan þá sko. Ímyndar að þeir hefði ekki verið þeng þá bara væri Þormóður trúlega ekki til sko. Þú veist, jú, hann hefði báðið. Ég meina að þeir komu honum frá Ísafirði skilur við. Þú veist, hann flytti bæinn út. Þeir sótt hann. Já, þeir sótt hann eiginlega. Já, þeir náttúrulega We need more songs. Já, þeir fóru náttúrulega til Ísafjarðar og klára held ég heila plötu eða eitthvað svoleiðis. Já, gerðu þeir ananas á Ísafjarði? Já, ég held að ég gerði það bara á Ísafjarði, bara í stúdíónu hans. Já. Það er crazy sko. Það er klikkað. Já, það er geðveikt sko. Klikkað. Nákvæmlega ekkert maður, nákvæmlega sjá hann vinna sko. Hvernig, en hvað var svona drauma, myndirðu vilja þú veist, er það Birnir, drauma feature eða hvað myndirðu vilja svona? Já, drauma feature er eiginlega Birnir sko. Alveg 3 sko. En ef ég ætti að segja útlenskan ég heila bara veit það ekki sko. Nei. En Birnir er bara þú veist bara hann er bara svo geðugur eða þú veist ég myndi vilja hann sem feature sko. Ég þarf að kaupa plötuna, hann var með hana er alveg búið núna maður. Já, það seldist upp hratt sko. Já, ég mistaði sko, fuck Þannig að hann var að selja báðar það ekki í svona böndul Ég ætti að kaupa maður. Já, hann var bara ekki plötuspilar sko. Átti ekki plötuspilar? Nei, það er investment sem ég verð að kaupa sko. Það er skellur sko. Þetta er geðveikt, þetta er svo gaman sko. Frændi minn á plötuspilar og er með bara allar Travis Scott plötunar og eitthvað þetta er líka bara svo nett. Þetta er svo nett sko, að vera með allar plötunar og svona þetta er svona ritual svolítið sko. Í stæðan fyrir að setja bara Spotify og já, ég ætla Óli bara Ég er meira á græjunum sko, hátalurum og þannig. Já, þú getur sagt ekki að hátalar við þetta. Já. En vanlega er þessi plötuspilar eins og þú með eitthvað ass hátalar. Nei, ég kjöpti geðveikan plötuspilar. Þetta er bara svona basic bookshelf speakers. Nei. Það er ekki svona bassi í þessu? Jú. Er það með bassa subwoofer? Já. Er það með share subwoofer? Nei, ég þarf að Nei, hann er ekki með share subwoofer. En ég get keypt og tengt við. Já, hann getur það. Er það með Bluetooth? Já, Bluetooth. Ok, það er þetta cool. En eitthvað, já.
Ég kefti sko Þetta er ógeðslega Það getur spila líka Þetta er nefnilega ógeðslega að fyndið og ég kefti plötspila og ég bara Bluetooth og það bara virka þetta líka sem spíkar ég get bara tengt símum við og það er mjög skrítið það er svolítið nett og það getur notað það sem spíkara já það er reyndar svo getur þú líka bara keftir hátalara sko já ég veit það en já ég kefti til að spila plötur ég kefti ekki til að hlusta jú en af hverju vera þú getur líka að spila bara útvarpið og eitthvað Þetta er bara cool bro Þetta er cool sko Er þetta með eitthvað önnur svona áhugamál? Er það bara lífið, bara tónlist eða? Lífið er svolítið mikið bara tónlist núna sko en bara já eða bara allt sem tengist tónlist sko Ég hef mikið áhuga núna eins og þið sjá bara á TikTokunum og þú veist það sem ég er að posta á Instagram þú veist ég hef alveg mikið áhuga á svona bara svona kvikmynda eða þú veist svona einhverju svoleiðis Er þú að edita þetta? Já ég er að edita Da Vinci? Da Vinci? Nei, ég er bara CapCut sko. Brother Þetta unga fólk í dag Ég þarf vel að fara á Da Vinci sko og allt þetta sko en það er bara alveg svo Það getur gert allt í CapCut Ég veit það Ég er með þess að fekk mér áskrift í gær bara þegar ég var að gera svona Nei, já, ég var að gera annað svona, hvað er þetta? Edit, þannig að Inga Bauer þá þarf það CapCut sko Þú getur ekki gert það, þú getur það en það væri bara að taka forever sko Við mælum að kaupa Davíko að kursinu maður eða fyrir CapCut Nei, Kaupi Davíko að kursinu á CapCut Ég keipti hann, ég actually notaði mikið Ég myndi ekki nota klikka mikið en ég notaði hann alveg klikka mikið Þetta er náttúrulega bara, þú veist ég er svo mikið svona þú veist eins og með tónlistina á myndi ég leggja allt inn en þú veist eins og að færa mig yfir í Da Vinci eða eitthvað svoleiðis önnur forrit þá myndi ég svona byrja að læra svo myndi það bara svona svo myndi ég aðeins færa mig frá og fara aftur með CapCut sko. CapCut er snilt sko já það er algjör snilt sko sérstaklega bara fyrir svona Instagram-vídeós og sko. En það þeir eru að prodúsa, ert þú eitthvað pæli? Ert þú eitthvað Já, ég er með mjög mikið input í því sko eða þú veist Ert alveg aware í hvað forrið þeir eru? Já, ég þú veist Þeir eru bara að púla GarageBand, þú bara hella Þetta er basically þannig að þú veist ég kann að prodúsa en ég get ekki gert það sjálfur Já, getur ekki verið á tökunum Nei, ég get ekki verið á tökunum Kann svona þýrið, skilur Já, þú veist ég kann bara á eins og þú veist vinur mínir nota FL Studio sem bara svona aðeins eins og næstu allir nota ég kann á það en ég get ekki bjarga lífið mínu ef ég þurfti að gera þetta sko sjálfur að finna kannski eitthvað samt og eitthvað svona já þú kannt ég veit eins og sest niður með gæði svona í FL og var bara svona segja hann að gera þetta og ég var svona það var mjög næst sko hann bara gert það bara strax ég veit að það er ógst að næst svo en svo kemur við stundum pásur þegar Aron, vinur minn, er að leita bara réttu kick eða eitthvað þá fer maður að gera svona 150 kick og þú bara nei, ég er bara þetta er gott, nei þetta er svona þetta er mjög mikið sound selection maður treystir bara fólkinu sem kann þetta sko þetta er svolítið svoleið sko já, það er svolítið þannig sko eins og þegar þú varst edda og ég kunni ekki edda ég bara, já, Óli bara með þetta ég veit ekki hvað ég er svo gladur að ég byrjaði að svona fikta í edita sko það hefur alveg bjargað mér sko já Þetta er cool sko En ykkur fjölskyldun í tónlist líka? Eða þú bara einn svona Já, Jóhann sem er frendi minn hann sem gerir synthana í endan hann er artisti líka með Jóhann Egil svo er líka frænka mín hún heitir Beta hún er líka að gera eitthvað tónlist já, en svo er ég sko svona ég hugsa úti að það er alveg með frekar svona skapandi fjölskyldu þú veist svona er endar ekki fjölskyldan mín skilur svona alfjölskyldan en í kring skilur já þá er alveg margir svona skapandi eitthvað að syngja og þótt að þessi ekki gefa út eða eitthvað svo leið sko eitthvað á piano eitthvað á gítar eitthvað svona langar þig kannski mjög svolítið nett þess að Háski hann fór í viðskiptafræði og hann vinnur í svona business bara viðskipta bara by day Háski bara með vinnu sko hann sagði mig hann langar að hafa þetta svona þú veist ég munir hann sagði hann er til að leiður á að vera alltaf að gíga já hann vil sko halda þessu russi þú veist þegar hann fer á svið hann gerir þetta ekki endalaust sagði hann það ekki en langar þér að vera bara tónlistarmaður sko já en það er sko það er náttúrulega tvær típur það er alveg ein típa sem skilur nennir ekki alltaf eða þú veist vill ekki alltaf vera á sviðinu skilur eins og vill fá þetta röss eða eitthvað svo leis ég var alveg til að vera bara að taka 6 gig á kvöld 6 dagi í viku skilur
það var alveg næst sko, en annars bara, þú veist, veit ég ekki hvað ég myndi gera annars sko. Ég veit ekkert neitt starf sem myndi taka að mér. Nei. Við erum til að segja að fara í viðskiptaferð Við vinnum fyrir háskóla ef ég myndi fara eitthvað og væri örugglega bara markaðsvæði eða læra það allana sem að það náttúrulega hjálpa með bara markaðssetningu og markaðsálfræði og eitthvað svoleiðis hjálpa til að promóta tónlistinni sinni sko. Ertu með eitthvað ráð fyrir svona jafnaldra eða úlinga eða bara eitthvað sem að fara í tónlist? Hvað svona? Það bara, þú veist, ég náttúrulega búin að læra mjög mikið á þessum 3 árum þótt að ég sé ennþá bara að byrja skilur Þú ert ekki orðin 17, 16? Ég er 16 Við erum að brjóta reglun okkur en já, það er bara að taka 18 plus en já, alltaf það maður eigin sér núna ég myndi bara segja það var á náttúrum sorry, við erum bara að spjalla ég myndi bara segja að bara gera bara nóga tónlist eins og ekki gera þau mistök sem ég gera er að búa til lag og gefa þessu út 4 dögum setna eitthvað það var algjörlega hræðilegt en það ekki bara gott að ég meina þú hættir ekki þótt að fólk sagði kannski að það var ekki það hatur bara svona bensín sko. Bensín? Já, það er bara bensín sko. Mér líður svo að ég myndi gefa út eitthvað svona artistic Óli heldur svo mikið grudge að hann geti gert svona dót sko. Mér finnst alltaf að fólk gera að heita á eitthvað svona TikTok eitthvað svona ef ég actually svona að expósa mig skilur, gera svona artistic þá maður smá svona eitthvað að segja það maður er smá svona að klæða þessu fötunum og eitthvað bara, úi, skilur þú veist skemmina þetta ég hef alveg fengið Akkur myndir klæða fötunum? Nei, þú veit, það er myndlíking bro þetta sko, ég hef alveg fengið eitthvað mann ef ég er eitthvað starf og eitthvað segir að ég sem er lélega tónlist þá er ég bara svona þeir geti ekki gert neitt betra skilur þá ég hugsa eða þú veist ég veit það bara og það bara heldur mig gangandi þetta er eiginlega bara bensín sko eða þú veist ef þú ert að hata og verður bara aðeins að hugsa sjálfa þig sko hate is good það er gott sko ef að þú veist ég segi eiginlega bara ef það er enginn að heita þig þá ertu ekki að gera neitt rétt sko þá ertu eiginlega bara þá veit enginn hver þú ert skilur Mér er skemmtilegt að heima að lesa svona TikTok sko Já, það er mjög skemmtilegt að lesa bara á hverju einasta TikToki bara eitthvað hate comment sko það bara gleðið mig sko Það er bara gegja Fyndi sko líka do your worst Svo er þetta alltaf bara eitthvað user 81238552 En já, ég myndi bara segja að bara halda áfram að gera tónlist skilur það eru vikur sem ég hef bara verið örugglega 30 klukkutíma upp í stúdíó 35 klukkutíma eða eitthvað að bara gera endalaust tónlist en þú veist, sumt að því er rusl, sumt að því er geðveikt en þú veist aldrei hvað getur þangað til að gera það bara 100% skilur og bara, vera bara ekki gefa út lag bara út af þið finnst þú þurfir að gera til að halda einhverju momentumi skilur það er mjög leiðilegt ef að momentumi dettur niður en ég myndi miklu frekar hafa geðveika tónlist og lítið momentum en mikið momentum og ömulega tónlist skilur það er bara ráðið mitt sko Gekja En hefur þið gert tónlistamindbönd? Já, við vorum eitthvað að byrja að vinna á því á sama staðin það fór ekkert út af því sko Nei. En við notum örgulega einhverja klippur í eitthvað annað sko Skil Er það ekki sem það langar að gera? Já, við til dæmis kannski þú veist bara þegar ég gefa út plötu eða eitthvað svoleiðis að hafa kannski 2 music video með bara eins og ég segi þú veist ég er mikið áhuga á eitthvað svona dæmi þannig ég Áttu kameru eða? Nei, ég á ekki kameru en jú, ég á einu svona handheld Já, svona old school já. Það var trend, það er trend það er trend núna sko Ég meiri sá hann líka sko Já Mér finnst það ljótt trend sko Mér finnst svo nett að hafa svona ógæðslega lélegt footage sko bara viðbjóðslega ljótt Það er miklu betur að hafa authentic svona lélegt heldur en að setja eitthvað svona filter á þetta ok, ég sammála því Já. En hefur þið pröfað, ég keypti svona gamlan camcorder með svona innbyggðu 60 GB minni þú veist Þetta er ekki svona það gamalt að þetta er með spólunum sko Já Það er alveg smá vesen sko Það er mjög mikið vesen Já, en þetta er alveg, maður getur summa úr langt inn Það er svona nostalgía sko Já, einmitt vinur minn hérna sem er að taka upp búin að taka upp öll vídeón sem ég er búin að setja núna út á senstu 2 vikum eða eitthvað hann er búin að taka það allt upp og hann á svona professional myndavél skilur og er líka með svona camcorder
það með night vision, ég elska night vision sko. Svona grænt minnst það ógeðslega nett sko. Það er áhuga bara eitthvað öðruvísi, já, bara eitthvað öðruvísi sko. já, gegga herru, viltu ekki bara að laga miðvikudaginn? Já, að laga miðvikudaginn allir fara að stríma því, kemur á miðnætti yes, kemur á miðnætti á þriðjudag, þú veist já, á miðvikudaginn svo er þetta, hvernig úrskýr maður svona, þú veist, alltaf þeir segja fólk ég veit það ekki, sko, þetta það er maður bara eitthvað svona, þetta kemur bara 12 að miðnætti á miðvikudaginn svo þegar maður segir það rétt sem er aðfaranótt miðvikudags þá er allir bara, hvað er aðfaranótt kvöldið á miðvikudaginn þegar klukkan slær miðnætti á þriðjudaginn, þá kemur lagið út já, en það er en er það ekki á miðvikudaginn? Jú, þá er komin miðvikudaginn en þá ruggla allir við eitthvað já, er þetta 5. það kemur allavega bara klukkan 14. það kemur 14. maí klukkan 00:00 en klukkan 11:30 á þriðjudaginn þá getur ég fara að opna síman á Spotify og skrolla 12, hvað er það, hálftíma bara? já, hálftíma refressa þú hlustar þennan þátt og svo, já, hlustar bara þennan þátt bara takk fyrir að fara að koma maður takk fyrir að hafa thank you yes